Það höldum áfram í föstudagsþættinum sem við tökum núna upp í pakkhúsinu hérna í innbænum á Akureyri og við erum með gleðifréttir. Þungarokkið lifir áfram, við sem heldum að það væri dáið. En hérna eru tveir menn sem að sanna það. Skurkararnir komnir aftur. Já. Velkomnir. Hvernig stendur á því? Fyrsta spurning, hvernig stendur á því að þið eru ennþá framleiða þungarokk? Það er bara óbáslega gaman, það gefur okkur mikið. Já. Á þessum aldri er bara, þá er þetta bara eitthvað sem að maður nærist á þessu núna. Það er, þú veist, allir konum með fjölskyldur og svoleiðis, en maður verður að hafa eitthvað. Já. Síðasta hálmstráið. Já, hafa eitthvað svona til þess að halda manni ungum og þetta er svona partur af því. Ég man þegar fyrst ég sá Skurk, það var 1990 eitthvað, á síðustu öld. Já, það er langt síðan. Já, og hvenær stofnuði þessa hljómsveit? Það var 1990. Já, sem að þið byrjuð. Já. Spiluðum mjög grimmt í nokkur ár. Það var svona lifandi og skemmtileg sena hérna á Akureyri. Já. Það voru hérna bunki af hljómsveitum sem að tóku sér saman, leiðu sér út og ferðuðust Norðurlandið og héldu tónleika hér og þar. Já. Svo svona fjaraði undan þessu og menn svona splittuðust upp í ýmsar áttir. Þannig en þetta virðist vera að vakna aftur núna. Já. Hvað er það Skálmöld sem að fara okkur þungarokki aftur upp á? Já, stór hluti. Já, það held ég. Og fleiri hljómsveitir, Dimma, Sólstafir, þessar stærstu rokkhljómsveitir á Íslandi. Þetta er og fá bara fólk til þess að hlusta og fatta að þetta er alvöru tónlist sem verður að hlusta á, sko. Og tónlistin sem að þið spilið, þetta eða þungarokk, þetta er tónlist sem breytist eiginlega ekki neitt. Nei, við erum ekki að finna upp hjóli. Nei, það er voða erfitt að segja sko hvenær þetta var tekið upp. Þetta er bara sami gangur. Þetta er ekkert verið eltast við einhver ný hljóðfæri eða nýja tóna eða neitt. Þetta er bara harðkjarna rokk, uppskiptin er þarna. Já, sko diskurinn sem við gáfum út núna í ár, hann er í rauninni sko megnum til gömul lög. Við byrjuðum að spila aftur saman fyrir nokkur árum síðan og vorum svona að spila gömlu lögin okkar og vorum svona að velta þessu fyrir okkur, hvað ætlum við að gera. Svo ákváðum við bara að taka upp eitt disk og svona verið svona kannski pínu að klára ákveðið tímabil líka. Og gera fortíðina svolítið. Já. Erum með hérna sko disk sem er 6 lögum, það eru 5 gömul lög og svo 1 nýtt. Og pælingin hjá okkur er svo einfaldlega við vildum eiga þessu gömlu lög en síðan sko erum við svona pínu að setja þetta til hliðar og erum að spila tónleikum og slíkt en erum að vinna upp alveg nýtt efni núna. Og eruð þið eitthvað, finnið þið eitthvað breytinga á ykkur í tónlistinni frá 1990 og Já, vissulega. Þó að við séum náttúrulega að spila, þú veist, svona tónlist af gamla skóla, svona þungarokk af gamla skólan, svona old school þungarokk, þá samt, þú veist, auðvitað höfum við þroskast sem tónlistamenn. Pínu lítið, sko. Já, sem tónlistamenn. Við reynum að halda samt í þessar gömlu hefðir og reynum að blanda samt svona einhverju nýju með og við erum núna akkurat í stúdíó við að taka upp nýtt efni og það er, og við erum alltaf mjög glaðir þegar við semjum nýjan kafla og þetta er bara alveg eins og þannig að gamli Megadeth-diskurinn 1990 eða eitthvað svoleiðis, sko. Þá erum við ánægð með það og höldum því efni, sko. En reynum samt að poppa þetta svolítið með nýrri svona frösum og svoleiðis, þannig að þetta sé ekki alveg eins og bara fyrir 30 ára síðan, sko. Nei. En það er nú margir sem líta bara á þetta sem öskur og læti og kannski ná ekki að finna tónlistin í þessu. En þetta er ekkert einfaldar lagasmíðar endilega. Nei, við höfum náttúrulega verið í ýmsum hljómsveitum líka. Við höfum spilað pop og rock og guðma veit hvað, sko, harmoníkutónlist, hvað sem er. En þetta er aðalerfiðasta, sko. Að vera í poppi og þú veist, þetta er að gera það mjög flókið og flott og allt það, sko. Þetta maður þarf samhæfingin að vera alveg svakaleg. Þetta er á 200 bítum á mínútu og þú veist, þetta þarf að vera mjög vandað og þarf að vera einhvern veginn. Ef að þetta er, nei, ég veit það ekki. Þetta er bara málið, þetta er svo ókvæmslega kaflaskipt. Til þess að þetta hljómi þétt og gott, þá verður hljómsveitin að vera vel æfð og vel samhæfð. Þetta er bara svona eins og gott íþróttalíf, sko. Það verður allir að vinna saman að því sama. Það eru kannski lög sem er 8 mínútur og hérna í 30 köflum og maður þarf að muna þetta allt saman. Maður ekki að vera offullur og það sé gott að vera vel í því á tónleikum og eitthvað svona, sko. En þá er samt
maður þarf að vera með full FM alveg og með pautana á púlsinu, sko. En hvað ætla að fylgja nýju plötunni eitthvað eftir? Já, við náttúrulega, þegar við gáum út þennan fyrirdiska árinu þá ætlum við náttúrulega að fara að túra Ísland og gera allt og þá tók þessi sér til og fótbrotnaði og búin að hækjum í 6 mánuði. Það er svona pínu erfitt að vera með svona frontmann í bandinu, söngvaran, gítarleikaran, þú alltaf verið að setja niður milli laga, sko, svoleiðis í þungarokkinu. Það er svolítið neðalegt. Þannig að við svona slóum öll á frest og vorum svona velta fyrir okkur hvað ætlum að gera. Þá fórum við bara að vinna í nýju efni. Þannig að við í rauninni náðum aldrei að fylgja þessum disk eftir eins og ætlum að gera. En við ætlum nú svona að keyra á allan að vera með eina tónleika í Reykjavík núna næstu helgi og vonandi svo fljótlega hérna fyrir norðan líka. Þetta nú er alltaf að blanda saman, sko, nú erum við komin í næsta stúdíó. En þegar þessi diskur kemur út, þá munum við fylgja honum fastar eftir. Ef þú fótbrotnar ekki aftur? Ég reynir með Þú reynir að Ég teipa hann þá bara. Nú bara situr þú vinnur. Þið gerðu myndband upp úr einu laginu af þessari plötu sem kom út fyrir árinu. Það var svona hluti af því að við, hvað áttum við að gera, við gátum ekki faldið tónleika, þannig að við bara fórum í að gera myndband. Og hver er sagan á baka myndbandið og lagið ef við sýnum hérna brotur í lok þáttar? Við hittumst, tókum hérna æfingahelgi saman inn á Klengsól í Skíðadal og þá bara, þú veist, við vorum bara að semja lög fyrir nýjan disk og hitt og þetta. Hugsaðum við okkur að gott að taka myndavélina með og kannski getum við hent í eitt vídeo. Svona eftir hvernig ástandið uppi niðri, sko. Og svo var bara, ég tók bara vænan slurk af kódíni og viskí og bjór og eitthvað og svo var bara talið í og hérna. Og rauninni, þetta var tekið upp bara live af okkur sjálfum og konu minni sem er hérna ljósmyndari. Og gerum það í rauninni bara sjálfur, bara heima búskapur. Við klippum þetta sjálfur og Aftur gott að hafa gæjan heima, sko. Já. Guðni búin að eyða hérna sitja vikum saman fyrir á tölvuna og klippa saman vídeo. Já, það er fínt. En þetta er sem sagt þetta nýjasta lag, þetta nýja lag sem við gerum með diskunum. Og við ákváðum að búa til sem sagt myndband um það. Og þetta var svona stór skemmtileg reynsla. Mitt uppáhald moment er að það er svona klippur í laginu þar sem hún sést bara svona í andliti á Guðna. Og þar hérna vorum við í gömlu fjárhúsi með hérna 2 síma með ljósunum sem er svona vasaljóssímanum. Það er eina lýsingin og tónlistin í gangi í öðru þeirra og svo löbbum við svona aftur á bak með myndavélar lýsandi 2 símum á Guðna og svo er hann að syngja eftir hérna laginu sem kemur úr símanum líka. Öllu heldur að þykja að syngja þegar það er svo látt í símanum að mæma hérna. Og ég er mjög hrifinn af þessu atriði í þessu myndbandi og stundum þarf bara pínu hugmyndaflug, sko. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Það er ekki til bestu greiðinu, bara smá hugmyndaflugi að klára. Já. Algjörlega. Takk fyrir komuna og fólk getur auðvitað fylgst með ykkur, er það ekki? Þegar þið farið í Jú. Við erum náttúrulega með þessa fína heimasíðu skvörk.is. Hljómar vel. Og svo eru tónleikar á Gaukastöðum á laugardaginn 22. nóvember. Snillt. Það er endilega með frá það. Takk fyrir komuna og þetta er hvað lokinn á þættinum. Ég held það bara. Við komum þessu á smá þungarokki frá Skurk. Góða helgi.